Jæja Halldór, það stór dagur hjá ykkur hjá öldrunarheimilum Akureyrar. Þið var orðin Edin heimili. Já, þetta stór áfangi hjá okkur. Þetta mikilvægur áfangi því að þetta búið að vera langt ferli. Við höfum verið eða heimilin hafa verið að vinna að þessu bara síðan 2006. Núna erum við komin á það þrep, ef við getum orðað þannig, í þessu ferli að gerast skráð alþjóðlega viðurkennt Edin heimili, að við fáum í hendurnar svona ákveðin verkfæri til þess að vinna enn frekar að þróunar og umbótastarfi hér innandyra. En sannarlega þetta stór dagur og þetta ákveðin vottun, alþjóðlega vottun og viðurkenning á því starfi sem hér hefur farið fram og hvernig við erum búin til þess að takast á í verkefni. Í hverju felst það að vera Edin heimili? Það náttúrulega þær áherslur að leggja áherslu á sjálfræði fólks. Við erum að leggja áherslu á hlýleika, við erum að vinna gegn einmanaleika og leiða og við höfum til þess ákveðin úrræði. Þau verkfæri eða úrræði sem að Edin hugmyndafræðin bendir á að nýta okkur börnin, blómin og dýrin. Þetta höfum við til dæmis verið að gera mjög markvisst allt þetta tímabil og erum enn það að fjölga dýrum og samneyti fólks við dýr. Við erum að vinna því að efla samskipti við grunnskóla, framhaldsskóla, leikskóla og bara samfélagið að öðru leyti. Þannig að við erum að opna heimilin og að það verði bara líf í kringum okkur á allan hátt. Markmiðið alltaf að einstaklingarnir sem að búa hér, íbúarnir, að þeir upplifi það að þeir eigi hér gott líf sem vert að lifa. Og það kannski að vissu marki stangast pínulítið á við það sem svona hefðbundið viðhorf í hinum almenningsálitinu það hvað að gerast á þessum hluta lífsins. En alveg klárlega þetta verkefni okkar að tryggja það að hér séu aðstæður og umhverfi sem gerir fólki kleift að búa og eiga góð lífsgæði. Hrefna, þú ert frumkvöðullinn að þessu verkefni, ekki satt? Já, kannski ein af nokkrum. Við vorum þarna nokkra saman sem ákváðum að fara á námskeið í Danmörku. Það var Brit sem þá var framkvæmdastjóri og Friðný sem þjónustustjóri og svo ég yfirþjálfi. Og við fórum til að kynna okkur Edin hugmyndafræðina vegna þess að okkur langaði til þess að gera góð heimili betri. Og við vorum búin að heyra þessa hugmyndafræði og þegar við kynntumst þessu þá bara sáum við hvað þetta var frábært tækifæri og hvað þetta var frábær hugmyndafræði til þess að auðga líf fólks og gera líf fólks á öldrunarheimilum eins gott og mögulegt er. Þetta hefur verið gert út víða heim og sko þessi hugmyndafræði hún hefur bara farið eins og eldur í sinu allan heiminn og bara, þú veist, í öllum heimsálfum meira og minna og hún hefur fengið alveg ótal verðlaun og viðurkenningar þessi hugmyndafræði fyrir það hvað hún með frábæra nálgun til þess að auðga líf fólks sem býr á öldrunarheimilum og að það ekki bara þessi líkamlega umönnun sem var alltaf hér áður fyrr af því það var unnið samkvæmt því sem að kalla sjúkrahúsmódel, svona stofnanamódel en við erum að breyta því og við erum að skapa heimili fyrir fólkið þannig að þar sem það getur verið þáttakendur í lífi sínu en ekki eins og í sjúkrahúsmódelinu þá var alltaf bara unnið starfsfólkið annaðist íbúan en núna í Edin hugmyndafræðinni þá erum við að vinna saman. Það starfsfólk og íbúar sem vinna saman að því að gera lífið þess virði að lifa því eins og Bill Thomas frumkvöðullinn að þessu hvernig hann setur þetta fram. Bókin hans heitir Life Worth Living, líf sem vert að lifa og aldraðir eiga að hafa möguleika á því að lifa þannig lífi. Við sáum hérna unglinga vera að kenna þeim á iPad. Já, það bara partur af þessu, það hvernig við blöndum hlutunum saman. Við erum líka með þróunarverkefni sem gengur út á velferðartækni eða tölvur og tækni og það bara samningur sem við höfum gert við einn af grunnskólanum hér á svæðinu, Selamerkurskóla, þar sem við fáum nemendur til að koma einu sinni í viku til að kenna eldra fólkinu og starffólki ekkert síður að nota sér iPad eða spjaldtölvur til þess að sækja sér lífsfyllingu í fréttaflutningi, í samskiptum eða hverju öðru sem fólk vill.
En þetta er maraþonhlaup, þetta er langhlaup, þetta verkefni. Þetta er langhlaup sko, og það er eitt af því sem við viljum nú draga svolítið fram að þó við séum að fá viðurkenningu núna þá erum við ekkert komin í mark. Við erum svona, ef að segja að við séum kannski búin að kaupa skóna til þess að fara að hlaupa og við erum að verða betur búin til þess að fara í það langhlaup að skapa þessar aðstæður sem við viljum og ætlum okkur að ná. Til hamingju með það. Takk fyrir það.